Ef þú hefur fengið áhuga á að eignast rafmynt er heppnin með þér. Þann 25. mars í ár munu allir Íslendingar fá gefins 31,8 einingar af nýrri rafmynt sem kallast Aurora Coin eða AUR. Það er Baldur F. Óðinsson sem kvittar fyrir skrifunum en það er enginn með því nafni á þjóðskrá. Það er því óvíst hver stendur á bakvið verkefnið. Sveinn Valfells er eðlisfræðingur sem hefur fylgst vel með þróun rafmynta síðastliðin ár. Við hittum hann á Skype. Sæll Sveinn, veistu hvað er mikil vinna á bakvið að setja svona rafmynt á markað? Það er örugglega talið mannmánuðum eða mannárum. Ég myndi halda að það væri, ef vel er þessu staði og þetta er vel útfært, þá er fyrir talsverður tími í þetta. Þetta er mjög djarft verkefni og það versta sem mun gerast ef Aurora-Coin gengur ekki upp er að það mun auka skilningsfólks á rafmyntum, en í besta falli þá kannski myndast einhvers konar myntsvæði milli þeirra á Íslandi sem hafa áhuga að nota Aurora-Coin. Samkvæmt heimasíðunni fá allir Íslendingar 31,8 AUR. Er hægt að áætla hversu mikils virði það er í krónum? Nei, það er ekki hægt að áætla því að það er engin viðskipti og þess vegna vitum við ekki hversu virði þessi peningar eru. Hvað þarf til að viðskipti fari í gang? Já, það þarf að byrja náttúrulega að dreifa gjaldmiðlum til fólks og svo geta viðskipti náttúrulega að byrja bara mann á milli og fólk getur hist í kaffibóm og skipst á Aurora-Coin fyrir krónum eða svo getur einhvern veginn að setja kauphöll á stað og byrja að vera með verðmyndum, kerfisbundna verðmyndum. Er raunhæft að skipta krónunu út fyrir rafmyntir eins og AUR eða Bitcoin í framtíðinni? Þessi rafmynta heimur er að fara að staða núna eins og veraldavefurinn fór að staða fyrir 20 ára síðan. Hann átti að fara að staða með rykkjum og skrykkjum og ég til að það sé fullt snemmt til þess að Bitcoin geti orðið gjaldmiðill þjóðríkis eins og Íslands. Ég til að það sé mjög líklegt að á næstu 10 árum gæti einhvers konar gjaldmiðill eins og Bitcoin orðið gjaldmiðill þjóðríkis eins og Íslands. Veist þú eitthvað hver Baldur F. Óðinsson er? Nei, ég veit ekki hver hann er. Ég bara bið að heilsa honum og ég veist þetta er mjög áhugavert verkefni og ég vona að því gangi vel.